bara frábært Þrösturhjörtur áttur að vera týpur hann er alltaf í Buffalo skómaður geðveikt með hárið síðan var hann eitthvað þegar hann fór í fangavaktina og þeir skáru skonna það er bara eins og þeir eru skorið undan manni geðveikt þannig myndi ég hafa verið líka þegar ég var í Buffalo And we're live Halló Góðan og gullfallegan daginn eins og vanalega Góðan daginn Mikið ofsalega gott að sjá þig Sömuleiðis Það er bara við tveir Já, aftur Það er nú gaman, það er kósí þegar við erum sko. Það er það Það er hættulegt Það er það Þú lefur mér alltaf að tala mikið og ég segi heimskulega hluti Nei, ég bara, mér finnst alltaf þú veist, kynferðislega orkan verða alltaf svo mikil sko. The manly things in here Amazing Amazing sko. Nei, hvernig hefur það? Hörru, ég er fín Það ekki? Jú, en þú? Bara æðislegur Æðislegur Ég er bara fyllandi góður Fyllandi góður Róandi fín Það er ekki eitthvað Nei, en við getum byrjað á þessu Ég er fyllandi góður Já Hættu þá að fylla við þig Nei Og sjáu hvort þú verið betri Nei, jú, getur verið Hvert er ég að fara með það? Ég veit ekki Herri, ég var með pælingu Já daginn Já Það er sem sagt það var Þú veist hvað Balenciaga er? Balenciaga Já, það er eitthvað tískuvörumerki eitthvað Já, með ógeðslega ljóta hluti Já, en ógeðslega dýra ok Þetta er bara þau voru að koma út í fyrra held ég með skó sem eru veist, svona 10 númerum á stórir á þig What? Já, Svona trúðaskór í allar áttir þetta er bara svona massíft maður eitthvað bara, já, ok, ég ætla að borga 300 skall fyrir hann Og hvernig kemst upp tröppur? Ég veit það ekki Ok. En þeir voru að koma út með nýtt alveg glænýtt núna Ok. á þessu ári Stækkun á skóna? Nei Herri, þú veist hvernig pókarnir eru í Hagkaup eða Garðakaup Hagkaup Já sem þú lætur ávextinni bara svona glær plastpóki Já Þeir voru að koma út með gulan svoleiðis póka Býtu, ég man ekki betur heldur en að í gamla daga þá hafi verið einhver útgáfan nokkrar gular Já Gulir svona bókar Þeir voru að koma með svona pingu lítlum merki Balenciaga Veistu hvað svona póki kostar? Hvað kostar svona bóki Birgir? $1,790 Nei Jú Hættu Og þetta hengur bara veist, á hillunni hjá þeim Pókin Balenciaga Jesús Já. Þetta er svo klikkað Það er veist, pælingin hjá mér sko erum við bara að kaupa hluti eða vörur eða eitthvað sem er bara út af merkinu Já en why? Spurðu sjálfa þig þú Jordan skóa kaupandi Þeir eru flottir Aha og það er eina merkið Er það eina merkið? Nei, veist, sem þeir eru að framleiða veist, skonna Ég get ekki keypt alveg skó sem eru frá öðru fyrirtæki Nei Nei En það er til fullt á öðrum skóm Já, sem ég kaupi Ég er bara fljótur að kaupa þá Hvað áttu núna mörg pöruskóm Birgir? Herðu, ég og konan vorum að debate daginn Aha Það var debate Það var debate Ha? Já Hún lappaði inn og byrjaði að sparka í skóna Djöðli mikið að skóminna Ég leið, þú átt á alla Hún er kallið, nei Sparkaði burt maður Alveg brjáð Nei, bara svona Pyrrðu, ég var nýbúin að sparka í þá Hann luti pyrraður á þetta Hún er eitthvað bara, þú átt fleiri skóni Ég leið, nei, þú átt fleiri Svo ég taldi þá Já. Hvað heldur að ég eigi mörg pör og hún alveg, þú verður að telja pörin sem er inn í fataskapniðinu líka Ég leið, fine Ég skal gera það líka Ok So my secret stash Já Ég held alveg, tek það út Ég leið,
byrja að líkta á þeim og nakin hann upp, nei ok, anyway Geimur og kassana líka af einum skóm, einu pari og síðan er ég með 2 pör sem ég er ekki búin að nota sem ég er að bíða eftir sumari True story Jesus, ok Átti ekki svo leiðis það? Nei Oh, really, ok Anyway, hvað heldur að ég eigi mörg pör? 36 Shit, nei, minna mikið minna 21 par Minna en það? Já. Hættu Já, minna 16? 15 Já, ok en það er sko, það er 13 meir en ég á Ha? Já Áttu bara 2 pör af skóm? Nei, segi svona, ég á 3 pör af skóm 3 4, 5 vinnuskór og... vinnuskór, já, Já. ok 4 Fjúb, sko, maður þarf spariskó Já, ok, alltaf þú veist í flottum jakkafötum maður, Herru, þú þarft svarta, þú þarft brúna nei, þú þarf bara svarta Nei, þarf bara svarta Nei, veist, þú þarft rúskinn og þú þarft leður What? og já, það er sko, svarti rúskinn og síðan svarti leður og síðan brúnir leður Go on Herru, síðan, I'm waiting to tell you how crazy you are þetta er bara spariskór síðan þarftu sko komum 4 pör strax já, síðan þarftu sko hvítu skóna sem eru hérna í kassanum sem er að býða fyrir sumari fer ekki út í þessu hvítu síðan áttu aðra hvíta skó sem ferð út í þessu og síðan áttu striga skó sem eru gráir og okkar 7, ok já. síðan áttu sko, veist, Timberlands og síðan síðan svarta svona boots líka og já, og síðan svona Bosco og svona lága og síðan er það með háa og ja, þetta til hvers? Hvað meinur þau? Ok, byrjum svartir rúskin skór Já, geðveikir ég var að kaupa frá Ítalíu til hvers? Þeir eru geðveikir við sko jakkafötin og gallabuxur og það eini sem horfir á skóna þína ert þú og segir fucking nice skór maður djöðlega er ég ógeðslega heitur í þessu Ég er ógeðslega heitur í þeim það er enginn sem pælir þessu enginn Herru, síðan hérna taldi ég skona hjá konunni Já. Hvað á hún marga? Herðu, hún á örugglega fleiri ég ætla að giska fleiri ég ætla að segja, þú er 15, hún er 19 24 Já. Holy crap Hún sagði þetta nákvæmlega sama Hún sagði, þú ert að ljúga Ég kalli, nei Ég er ekki að ljúga þessu Herru, og hérna og hún neitaði að telja leiðin opnaði skápin hún ætla, þú áttir ekki að hafa rétt fyrir þér Já. það var alveg hennu síðan eru, veist, hlaupaskór og æfingaskór og veist, þetta er maður verið að hugsa sko já. og þetta er því að sko ég get ekki verið að lifta í hlaupaskónum mínum Akkur ekki bara, veist, ef ég er veist, lifta þungu, veist, deadlifta eða veist, eitthvað, skotta og eitthvað ferðu úr skónum ég nenni því ekki maður ok, ekki fór úr skónum þá, verður í hlaupaskónum nei, þeir eru til að hlaupa hvað mennur þau? það er svo mikið oh my god Hvað kona þín marga sko? alltaf marga Hún á 6 pör nei, hún var miklu fleiri maður miklu fleiri svo dóttir mín líka, hún á ógeðslega marga skó og svo er pjakkurinn minn eins og ég við eigum bara svona passlega mikið að skóm notuðu á þannig til við erum búnir svo getum við fara að keypt nýtt par en það er svo næs að kaupa sér eitthvað flotta skó, eitthvað næs ég veit það og ég er að býða eftir sko, ég er núna í einhverjum Echo stregaskóm sem ég vann á einhverju tombólu þeir eru númer og stórir á mig tombólu já, ég vann það á tombólu og þeir eru sko númer og stórir á mig og þú veist, ég bara nota þetta þannig til að þetta klárast shit, ég myndi ekki nenna því sko það er aðeins svo mikið eftir á þeim ennþá ferði heim í slípur okkur en til dæmis eins og það er mjög mikið debate á hvort maður er að kaupa vöruna eða nafnið á Apple Já. og veist Daði myndi vera eitthvað bara Apple allleið
síðan væri Davíð væri bara Samsung og Apple bara, veist, eitthvað Já, já, en síðan fullt af öðrum símum þarna sem bara eru miklu betri já, já. veist, bara Huawei til dæmis Huawei já, Huawei, ég bara húa á þig Já. eða eitthvað, ég var bara vant hrikalega góð símtæki til dæmis já, en út af því að Trump sagði þið með ekki seljast í Ameríku þá fóru allir heimurinn í panik og hættu að kaupa það já, nema hvað, þetta er bara hrikalega góð símtæki já og með eitthvað bestu mynda algoritma forritun bla 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 eitthvað bak við sig já ég hef aldrei heyrt húa á þig eða það, hvað sem þú sagðir Huawei já, Huawei en til dæmis eins og með húsgagn Já. Sum, veist, ég elska húsgagn ef ég væri við elskum húsgögn já, við erum svona húsgagnaperrar já, við erum það ég held að Þórun getur ekki farið með mér einhvers staðar í veislu eða eitthvað og tekið upp stólinn og skoðu undir og já. Þórun alltaf gay ég er alltaf gay for you en alltaf og veist, það er sumt sem ég skil hennar sjónarhótt hún bara, veist, þetta er bara stóll ég skil það já. sem stóll getur verið bara ljótir en rándýr Já. en til dæmis er svo designer stóll sem á að vera centerpiece inni hjá þér Aha. sem er listaverk ég horfi á þetta þannig sem kostar 1.000.000 kall fólk alveg en samt með 1.000.000 króna listaverk upp á vegg sem gerir ekki neitt ég veit svo maður alveg lawyered fuck that akkurat nei, sko, þú veist, falleg húsgögn geta orðið alveg stórkostlega flott sko. sérstaklega ef það er svona aðeins svona timbur í því, svolítið leður kannski eitthvað Já. þá þetta svo hrikalega flott og það er út af því að þú vinnur með höndunum eða vannst með höndunum já, en þá já, veist ég smíða í hjáverkum að pikka á lyklaborði er ekki vinna nei, það er ekki vinna nei, fokkaði situr gúk bara, svo mikið að gera gúk kondu, skiptum starfum í eina viku og sjá hvað það segir svo fucking Mér finnst svo fyndið þegar fólk er eitthvað bara við tölvu og konum er alveg það er svo mikið að gera hjá henni og ég er alveg situr allan daginn og ég er í tölvun allan daginn ég segi þetta líka þetta allir brjálaður út í mig já, þess að ég kemur daði og sendir okkur svona snapp það sem hann er að drekka bjór í vinnunni eða horfandi á Rocket League eða fótboltan eða eitthvað svo mikið að gera menn ég er sveittur að smíða húsgagna en ekki það, við vitum það að hann daði hann er hrikalega vel skipulaður í vinnunni hjá sér. Hann er það þennan fullir don't quote me on that nei, þetta var bara svona pæling sko með, veist, svona vörur út af því að veist, eins og með Gucci Já. ef við tökum Gucci til dæmis það er bara brandið það er ekki varan sjálf veist, það kom ég var í einhverju veislu hérna í Milano einhverju rosa fínni veislu og það kom kona inn hún leit út eins og hún væri nýskriðin úr bara ræsinu ok hvítuskotnir hennar voru skítur og rispaðir og ókisleir götóttum buxum alveg bara ég veit ekki hvert og skítuðar og ullapeysan hennar eða veist, þannig hún var veist, hálfrifin og skítug og ég var bara herri hvað er hún að pæla og strákur sem var með mér hann bara herri átfittið hennar er bara þau vílíkt dýrt ég bara bara skotnir 150 skall buxurnar 100 skall og peysan 100 skall ég leið really en þetta er svo flott þetta er Gucci þegar ég átti Nissan Micra hvítan, algjörðu druslu mér langaði svo að láta hérna filman svona Gucci og hafa hérna bláu og rauðu hérna línuna og hafa Gucci eða Hucci eða eitthvað svona þá var þetta flott og það var Gucci það var Gucci það er gallin á Gucci bílum
Hvað var hérna þegar við vorum við höfum verið svona 18 eitthvað svo leiðis Já. þá voru allir í einhverjum sérstökum peysum eitthvað GK peysum GK-peysum Dolce & Gabbana Já, DG, það Já. stóð alltaf DG Dolce & Gabbana Dolce & Gabbana það voru allir í þessum fucking peysum ég þoldi þetta ekki Líka. Og þetta var bara headpeysur Já. með DG En það mitt málið veist, old money þau myndi ekki láta sjá sig með einhverjum svona merki á sér tökum Facebookurinn, hvað heitir hann? Hvernig að þeim? Aðal Facebookurinn, krullhara, robotinn Já Zuckerberg Já Suck this berg Mark Zuckerberg Já. Hann alltaf í bara venjulegum ból þetta ekkit venjulegum bólur Nei. þetta sko rándýrbólur ég held að hver bólur kostar 100 og eitthvað skall Hættu, þetta bara bólur já, þetta bara bólur en þá fer hann, það old money Já. þeir fara í sko einfaldleikan bara einfaldleikan og þvíligæði handmade viltu fá merki? nei ekkert merki allir bara, já þetta einhver söru Já. nei sem kemur ykkur, sé hvað ég ríkur með fucking, demantakeðina maður eitthvað bara you're poor Já. anyway Herru, ég búin að ranta allt og mikið eitthvað tísku Þú ert svo tísku gjarn sko já, það bara gaman Ylvatnið þitt Já. Nei, þú átt ekki rakspyr og þú átt bara ylvatn Já. Hvað, var það ekki eitthvað sérstætt merki? Louis Vuitton Akkurat, og sem ekki plebbi og veist það krít Aventus þarna líka og eitthvað og Angel Share og eitthvað bara þetta 150 skall Akkurat, there you go Herru, Svo kem ég bara með öll mín verkfæri skilur nákvæmlega Everybody got a thing já, þú ekki alveg bara ég myndi ekki eða neitt svona miklu ylvatn sérðu þetta skrújafn 50.000 fyrir skrújafn eða eitthvað já, sem með svona, svona ítur að taka og poppar út og fullt af Síminn það síminn það símen Stuff it in your face stuff it in your face nei, já, það vá, þessi sími tók mig alveg út Ok. hvar voru? En það er alltaf leið Já, höldum áfram You got semen on your face já, anyway, það sem við ætlum að ræða vá, ég veit ekki hvað Allir eru með þeng já, gagvart ákveðnum hlutum já. There you go. Við ætlum að tala íslenska grínþætti Já, íslenski grínþætti íslenski grind eru ógeðslega vanmetni sko. Já, þær voru sko náttúrulega sko 99 og upp að 2010 og eitthvað slegis Já. Þá var bara ógeðslega góð svona rönn gott rönn, já veist meiri svona undan því veist, allan að fyrsti svona íslenski grínþátturinn sem ég svona ólst upp með það var Heilsubælið í Gerðarhverfi Já. Oh my god, hvað þeir voru finnir þeir eru ógeðslega góðir Já. ég bara, veist, þetta var á spólu við tókum þetta alltaf upp maður bara feel good já, ég ætla að horfa hérna nokkra Heilsubælistætti Já. Þetta ógeðslega fyndið sko, Hælilli Hvílaugurinn Já þetta veist, bara karakterarnir og bara sagan, mér fannst þetta æðislegt Jesús Pétur nei, séra Pétur veist, Latti, fucking snillingur í þessu Fór í banka? ekki banka já. Já. Á ég banka? Nei, ekki banka það er svo geggjað sko.
Það er bara stutt síðan ég horfði þetta á DFD hérna bara og Var þetta komið, fór þetta á DFD? Já, þetta fór DFD What? Já, kallinn minn og hérna, þetta er bara, þetta er ógeðslega fyndið Líka með svo flott það var með vídeolegu í móttökunni Já. Allir að skila spólum Þetta er klámyndir Það kom, veist ymmi klámyndir inn á milli þarna sko, sem enginn tók eftir og enginn, veist, krakki pældi í þessu á ég að sprauta hana ekki núna Á ég að sprauta honum veist Dr. Sexy Dr. Sexy maður svo margt þarna inni sem er bara geðveikt sko. Já, þessi leikarahópur var náttúrulega eitthvað sko annað fyndið Ég veit það Létu allt flakka Já, nákvæmlega, létu allt flakka en síðan sko seinna meir tók ég eftir að sumi brandara voru teknir frá veist, breskum þáttum, svona grín þáttum eins og hérna það var verið að gera grín af það var einhver kona dauð í líkhúsinu og hérna maður ekki hvaða læknir var spurði spurði Araban veist, er þetta konaðin? Hann bara, nei, þetta er ekki kona mín hann alveg, já og lét sér satt lakið yfir hérna hálft andlitið, svo spara augun og hann bara, þetta er konan mín og þekkti hann allt í henni geðveik sena sko þetta var ekki hægt í dag Nei, þetta banna í dag og sama tíma var náttúrulega Spaugstofan Já Spaugstofan Syns ég Hvað heit þetta? 69 á stöðinni? Nei, hétt Spaugstofan Já, ok Var það ekki? Var ekki 69 á stöðinni aðeins seinna þegar þeir veist, hættu saman eða eitthvað svo leys Mér minni það, er það ekki? Man það ekki Mér fannst þetta, sko, þessi ár þau blandast svolítið í eitt hjá mér Já, en hvort var það? Ég man bara eftir einu atriði, ég man ekki hvort það var á 69 á stöðinni þegar hérna var svona handboltaleikur í gangi og það var verið að lýsa herðu, sendið varamanninn inn og myndavélinn fór yfir og latta hann var með risastóra varir það var varamaðurinn hann alveg á ég að fara inn þetta var geðvikt þetta er brent í heilan á mér sko. Já Sko, Spaugstofan var íslensk grínþáttur sem var sýndur á RÚV frá 89 til 2010 Já, wow. Og síðan færður þessi yfir á stöð 2 frá 2010 til 2014 Loka þátturinn var síðan 2016 og þættirnir eru alls 472 Wow Já Pældu í því að vera með grín og þetta var sko þegar þeir færðu sér yfir til stöð 2 Já Ég man svo vel eftir þegar Randver Já, hann var skilinn út undan hann var hættur að geta munað veist, og eitthvað svona hann var eitthvað með eitthvað mótmæli Aha. Já, hann var eitthvað fengur ekki latta inn þá og eitthvað Nei Latti kom einhver tíma hann Já, hann var eitthvað, geti verið eitthvað svona gesta hlutverk Hvað er svona uppáhalds svona íslenski þátturinn þinn? Ekki þáttur heldur Serjur? Já Sko, það er náttúrulega heilsubælið sko en síðan eru svo síðan koma fóstbræður inn með svo Fóstbræður eru svo ógæðislega góðir sko. Já, þau kom með svo edgy húmor og líka bara alveg svona það sem allir skildu þá voru við orðin aðeins svona eldri og okkar svona og komum við með kærustur og okkar svona og sérstaklega þegar hérna sköllótti gaurinn hann var eitthvað fekk símtal konan hans í sófanum hann eitthvað, já blessa Pétur hérna, já út í kvöld og hún alveg, þú fær sko ekkert út hann eitthvað, já, hvað sér ég já, sem skellt hann á hann bara, shit og var eitthvað má ég fara út þú fær ekkert út við ætlum að vera bara heima sem og ég hef búin að biðja að vaska upp hann er já ok, ekkert mál fer síðan að vaska upp og er grátandi næstu sinni að vaska upp
hún eitthvað bara hættu þessu bara, þú leifur mér aldrei út og sem fyrir fóstistellinguna bara hágrátandi með ekkan, hún eitthvað fínt, þú mátt í alvöru ég má ekki það en þú kemur heim klukkan 12 hann alveg já sem koma gaurarnir hvað sagði konan? Ég sagði henni til maður sem keiraði burtu og hann horfir bara sett á klukkuna og svona einhver nokkar klukkutíma en það er fullt af fólki svona það er fullt af pörum svona sem bara, ég ætla út með strákur nei, veist, ég veit ekki hversu oft bara gegnum tíðina það er bara, ég var að fara út ég þarf eiginlega að spurja Akkurat. og ég hef alltaf verið bara þarf að spurja hvort að þú megir fara út bara, ertu fangis eða? Veist, þetta er bara rugg Já, maður þarf að tekka og þetta er bara svona virðingar dæmi sko veist, ég skil þegar komið börnin í þetta en þegar maður var bara, veist bara, ég og frúin það bara, ég ætla út bara, hún hefur ekkert við þetta að segja and the divorce en það er svo margt sem hangir ennþá eftir í samfélaginu eftir þetta eftir þess að þætti, þú veist ég var drekinn höldum áfram að vinna hann kallaði mig dreka já, mig líka, drjúum okkur og hérna, mástu þeir voru tveir sitjendur í haga og slaka tungunni út og slaka opna munnin slaka og svo kissa nei, hvað er það að gera maður? Nei, bara svona aðeins bara hérna, slaka bara af sko, og opna munnin og tungan út og slaka og svo kissa hvaða bull líka hérna geggja hérna vélaverkstæðið Gunna eða eitthvað, ég maður ekki hvað það var einhver sem skildi blóm eftir hjá einum og hann bara hvað skildi þetta? Allir bara, ég veit það ekki ég ætla bara að segja takk og segja bara umbreyttist þetta allt bara allir með blóm allir bara hérna ég kisla góður og knúsast og veist, við erum saman í þessu Þórum bara þetta er svo mikið vinnu dæmið þitt sko ég bara hvað er ekki allir að knúsa hvern annan í vinnunni eða þannig að Þórum bara nei ég er já síðan hérna fósbræður eru bara eitt af því bara betra sem hefur verið þegar hérna Jón Gnarr var Jesú veist, Jesú, hann var með byssu þú ert frelsaður þú ert frelsaður bróðir hann er svo Jón Gnarr geggjaður í þessu sko já, en þarna náttúrulega sko Jón Gnarr og Sigurður Kjartansson voru náttúrulega með tvíhöfða sko já, þegar þú sagði daginn tvíhöfða, ég var bara voru þeir með þátt já veist, þeir voru með sjónvastætti ég bara þeir voru með útvastætti fjöldamörg ár já, ég veit það, en þeir voru líka með sjónvastætti já. Ég vissi það ekki sko það fór fram hjá mér sko voru svo finnir og sérstaklega þegar þeir voru í útvastættinum ég man alltaf svo vel eftir þeir tóku svona skemara frá Nígeríu og og það var eitt sem þið tóku og það var framhaldssaga og þeir bara hringdi alltaf í hann og þú veist, og léku mismöndi karaktera við hann að þetta var eitthvað, þú veist, rosa rík fjölskylda þeir eru svo geðveikir sko. Ógeðslega fyndnir síðan alltaf eitt sem var með Jón Gnarr líka nætuvaktin, dagvaktin og fangavaktin já, þetta voru hann er svo góður karakter ég er með 5 gráður Georg Björnfrúðursson það eru svo mikið af kallmennum að núti sem eru svona leiðilegir og hann bara nær einhvern veginn hann er að channela þessu vel sko hann var einhverju viðtali sem hann sagði að þetta var erfitt hlutverk út af því að hann var snóðaður, hann var ekki með sko ballcap eða neitt og hann var náttúrulega með skeggið og allt þetta hann tók alltaf karakterinn sinn heim veist, það var að tampusta sig og var bara horfa náttúrulega á Björn Freðarsson sem þetta tók svolítið á hann sko. og úr var bíómynd já, Björn Freðarsson ég misti af henni
Vá, út af því að ég man Ágústa Eva mömmu hans og eitthvað Vá, já, kallinn minn svo fyndið þegar eitthvað kemur svona út, maður er eitthvað ég ætla að sjá hana og síðan einhvern veginn sumar myndi bara hverfa úr augsín og þá bara að ég hátíði mitt bara this is en fyrst við erum ennþá í gömlu dögunum aðeins radíusbræður já, og svínasúpan svínasúpan og ógeðslega góð. mér finnst að svínasúpan ekkert best sko. Veitu, hvort var það í stelpunum eða svínasúpunni eða steipustöðinni þetta blandaðist eiga allt sama fólkið sko já. Þegar hérna tveir mennirnir voru það voru pör upp í sumarbústa og það eitthvað við ætlum að fara aðeins hérna út í göngutúr gaurarnir bara já og sem voru þeir eitthvað og klæði sig úr og eitthvað svona sem komaður inn og þeir klæði sig aðeins í buxurnar og eitthvað nei bara aðeins hérna mistu við hérna buxurnar niður og það eitthvað sem kom næsta atrið einhvern tíma seinna og þá voru þeir búin að láta þær drakka svo mikið og þær voru dauður á sófanum og þeir alveg byrja svona aðeins að vakna þeir alveg nei svona alltaf að reyna að fara að sofa í okkur með þeim geggjað sko svo ógeðslega fyndið og þetta er svo svona húmur finnst mér ógeðslega góður sko og þetta er og hérna síðan hvað er hérna já það er mér finnst draumarnir með Auða og Sveppa Auða og Sveppa Steinda draumarnir íslenski draumurinn asíski mér finnst það mjög vel gert hjá þeim með að þeir voru pissandi í sig þarna á 70 mínútum og svona ég horfði ég er ekki búin að sjá eitt af þessu draumadóti þetta er ógeðslega gott þetta er alveg þess virðið að sjá kannski ekki íslenski draumurinn eða ameríski það farið frekar í heimsdraumin og asíska draumin þeir eru geðveikir sko. og og síðan er náttúrulega með honum Auða Tekin og Auði er svolítið sterkur í þessum grínþáttum sko. hann er með Tekin og hann er ekki hlæja eða banna hlæja þeir eru reyndar hrikalega fyndnir nákvæmlega þeir eru hrikalega fyndnir sko. þeir eru ógeðslega góðir og mér finnst Auðun Blöndal er rosalega fyndin allavega hann er góður í að láta annað fólk verða fyndi og eins og í Tekin eða hann var hann svona bak við tjöldin og eins og í banna hlæja þannig að þú veist að segja Auði Blö er hinn fullkomni hæpmaður það getur verið já hann er besti MC-in já en mér fannst Steindin okkar hann var góður mér finnst það hræðilegt ég nefndi ekki að horfa á það í alvöru það bara einhvern veginn það bara fór allt í taugarnar á mér einhvern veginn það er jam í kvöld og það er jam á morgun geggjað sena maður þetta var gott, lagið var gott en mér finnst húmórinn eins og þáttum var fjall ekki vel í mig og hann var of grillaður of grillað eitthvað og líka ég bjó úti á þessum tíma og var bara ekki í kontakti við hvað var að gerast í Íslandi þannig að þetta var eitthvað þetta fjall ekki mínus skotgrafir menn bara sorry ég bara er í sjoki Jesus man nei, síðan er til dæmis eins og núna hefur þið séð Taskmaster Breta Taskmaster mér finnst það æðislega það eru geðveikir og ég hlakka svo til þegar íslenski Taskmaster kemur ég bara það er samt breski er svo góður sko. breski er hrikalega góður og svo er ég búin að vera að horfa líka nýsjálenska þeir eru alveg frábæri líka bara gott konsept á þessu sko. það er bara virkilega skemmtilegt þetta er eitthvað öðruvísi síðan, en það eru komin 20 serjur í Brennlandi eitthvað slags pældu því shit með góða formúlu bara halda því áfram nöðgum formúlunum svolítið fólk alltaf bara þetta er bara fínt þátturinn er alveg eins og senast eða þáttur bara fínt nei, þetta virkar og þetta er bara gaman en sko fangavæktin, dagvæktin og allt þetta dót Pétur Jóhann var svo góður í þessu hann var svo æðislegur
alveg dýrkan já, sko, hérna ég er með band hérna í sólin, sko, hérna keyrum á súkunum minni og ég er ennþá spurður að þú þessi þrösturhjörtur ég bara frábært þrösturhjörtur áttur yfir týpur hann er alltaf í Buffalo skómaður geðveikt með hárið síðan var hann eitthvað þegar hann fór í fangavaktina og þeir skáru skonna það bara eins og þeir eru skorið undan manni geðveikt þannig myndi ég hafa verið líka þegar ég var í Buffalo það var ógeðslega gott sko það var ógeðslega vitlaus í þessu maður þetta var þarna var formúla sem bara gekk upp og sko kemistriði milli þessi karaktera var bara æðislegt ég veit það ég man aldrei hvað hinn leikarinn heitir sem var alltaf bara þarna sem lent alltaf með þeim dagvakti, hann var komin einhvers stöður út á land maður sem koma þeir tvei, hann bara oh my god bara, hvað heit hann ekki, Daniel eða? Daniel, jú, Daniel maður það, veist, sá leikari var bara Ólafur lék þetta svo vel sko. Síðan kemur einn þáttur sem er á hverju ári áramótasköpið já, misgóður eftir árum það er misgott sko. Mér fannst steinda áramótasköpin góð já, það var fín góð lög það var ekki tekið hann, veist, þeir frumsemdu lag þar að undanfarin ár hafaði breytt einhverju, veist, eins og Páll Óskar var með eitthvað lag sem var hérna Michael Jackson það var ógeðslega flott hjá honum já en veist, svona original lögin þeir eru rétt byrjuð að koma með þetta núna það var hvað, í hitti fyrir að var hérna Bríett, shit hvað var leiðilegt maður mér fannst hún ógeðslega flott í þessu hún er svo leiðileg maður oh my god, hvað leiðilegur hefur þið heyrt hann að syngja? Bríett þetta er ekki fucking söngur sko öll lögin er eins þetta er mega snútímans hvað er þetta fucking syngjum? Ég veit ekki stemning fucking Jesus oh my god hún er örugglega fín en ég get hann ekki sko hún er orðin hérna farastjóri núna já, við erum komin hérna í Reykjavík hérna nei, í útlöndum í útlöndum okay, I'm from Iceland I'm trying to talk and allir bara what are you saying I'm from Iceland fucking verður bara, veist, talaðu vennilega hana oh my god náðu hérna hjartaslættinu við hérna niður hérna tjöðleinu svo fucking leiðileg söngkona sko ég get hann ekki bara, er hún ennþá að syngja sama lagið? Nei, hún er búin að syngja 3 What? Öllings Jesus Christ en það var eitt hérna með áramótaskaupi sko þegar hérna COVID var sem hæðst ég man ekki að áramótin 20 eða 21 eitthvað slúst þá hérna það var svo mikið að góðu efni til að gera grínað áramótaskaupið varð glatað ég veit það var gjössanlega glatað það eru sum hérna áramótaskaup sem bara okkur tókuðu þetta ekki fyrir þetta á árinu og eitthvað svona og maður bara það er ekki, sumt er bara veist, eins og hérna það var reyndar strákur með þegar hann var lítill þegar hérna yngri þegar hérna Hatari var að keppa og þeir voru hérna allir voru veist, BDSM og það var vinsalasti hérna hrekkjavökkubúningurinn allir í BDSM fullt af krökkum bara ding dang hérna í BDS búningum var ekki alveg óviðeigandi bara hello allana og þá var Sveppi að selja hérna einhverjum flugvelda og sneri sér við og hann var veist, í rassalausum buxum og eitthvað strákurum minn sá bara Sveppa og hann sneri sér við og var eiginlega hálf nakin á það baki strákurum minn ennþá í dag bara þá geðvikt áramótasköp ógeðslega fyndið það eru sumir en það þegar hérna, Sveppi var að selja flugveldana það var ekki út að Hatara nei það var út af því að hérna,
það var eitthvað meðlumur í hjálpræsitinu Kópavogi sendi fjöldapóst að það væri klúbakvöld hjá BDSM klúbnum Ætlaði hann að senda á alla hann ætla að senda alla í BDSM klúbnum en svo sett hann á alla í sínum kontaktlista sem var öll hjálpræsitin Ég var alveg bara hvenær er ég með þetta I'm in Já, ég var það Ok Ég vissi það ekki það endaði í fréttunum eitthvað svona þú veist þetta bara fyndið Shit, síðan var eitt áramótaskaupi þegar þeir bónusfærði pókana já Geðveitt langt í burtu já, og allir eru svona pókaseimaðir Ég þólit ekki Okkur ert að setja þetta lengst út í búð ég fatt þetta ekki Þetta er ennþá sumum stöðum Já. Þeir eru búin að færa standin nær. aðeins nær já. Why? Já, pókarnir voru bara eitthvað út í miðri búð eitthvað staðar það var fáránlegt Þetta er ennþá í spönginni já. Maður er eitthvað síðan að lítur maður hvað er fokkin pókarnir síðan horfum maður alveg lappa fram hjá allir röðinni og allir bara you fucking gast ekki hugsað þetta fyrr aumingiðinn það svo sen og allir alveg shame geggja það treið sko og síðan erum við erum svo fljótt að hvað sé bara að svona líta upp til gamla áramótaskaupana þau voru langbest en þau voru ekkert sérlega góð áramótaskaupin ekkert sérlega góð Jú, sko, 1994 Skatman Ólafur Ragnar voru í búningnum Skatman það var 80 og eitthvað en 1994 þegar það var lýðveldishátíðin á Þingvöllum þegar allir voru í röðinni og það taka viðtal við gaurinn og beinagrind já ég man ennþá eftir þessu ógeðslega fyndið sko. ógeðslega fyndið og Leningrad Cowboys voru rosalega vinsælir á þessum tíma já. Og þá var eitthvað söngatriði það sem allir klæddi sig og þú veist Edda Björgvin sem með hárkollu sem var svona Leningrad Cowboys það voru alltaf með hárgæslun og svona eitthvað lengst fram í odd já og þetta Björgur sem er svo leys að hárkollu og einhvern gítar þetta var uppáhalds áramótasköpum mitt ever þetta er vonandi verða í framtíðinni fleiri svona góði þættir Taskmaster og allt þetta já, vanta bara svona gott teimi já, eins og fólksbræður og svona já, bara góða grúppu sem bara lætur hluti flakka að fólk myndi gefa öðrum meiri séns það er svo mikið af þessu íslensku fræga fólki sem heldur hópnum passar upp á að bara ráða vini sína og það heldur því bara svo lengi sama fólkinu það á að koma með nýtt do it þú veist, eins og Spaugstofan 427 þættir komið með aðra líka inn já, bara þú veist gefið búblum að bjór séns geðu okkur séns við gætum þetta gæti hefnast ég er búinn í dag þetta er búinn, bara hættur, farin blessaður það eru síminn að ringi eins og ég veit ekki hvað ég sá það, Daði var að ringi þig og ég ætla að fara að ringja á við þurfum að ringja hann við erum búin að ranta á mikið takk fyrir mig takk fyrir bye